Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 11. janúar er fyrsti sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er Guðssonurinn, skírn Jesú. Í lektíunni skrifar Jesaja: Hann þreytist ekki og gefst ekki upp, uns hann hefur grundvallað rétt á jörðu og fjarlæg eylönd bíða boðskapar hans. Í pistlinu skrifa Páll: Enginn maður skyldi hrósa sér fyrir Guði, honum er það að þakka að þið eruð í samfélagi við Jesú Krist. Og í Guðspjallinu sem ég tala út frá er frásögnin af skírn Jesú. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Jóhannesi 1. kafla. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir: Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá sem ég sagði eftir mig kemur maður sem er mér fremri, því hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: Ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði: Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er Guðssonurinn, skírn Jesú. Guðspjallið er nokkur vers og þegar við lesum stuttakafla eigum við það til að hugsa aðeins þann texta. En hvorki það sem á undan er eða það sem á eftir kemur. Fá vers geta samt sagt ótrúlega mikið. Jóhannes sá Jesú og hann sagði: Hann er mér fremri, því hann var til á undan mér. Samt er Guðspjalli búið að upplýsa okkur að Jóhannes fæddist á undan Jesú og var því eldri. Svo hver er merkingin? Guðspjalli gefur okkur auðvitað líka útskýringuna. Jóhannes leitar í upphaf sköpunarinnar. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Þegar Guð skapaði heiminn þá talaði hann og það varð. Guðspjalli segir: Hann var í upphafi hjá Guði. Þegar Guð skapaði manninn stendur að Guð hafi sagt: Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Guð notar fleirtölu. Við viljum gera manninn eftir okkar mynd, líkan okkur. Svo Guð var ekki einn að verki við sköpun heims og það er tekið fram að andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og þar sem Biblían segir okkur að Guð hafi skapað heiminn, þá kemur hin heilaga þrenning aðeins til greina. Orðið varð hold og bjó með oss, vitnar Jóhannes. Hann segir að Jesús hafi alltaf verið til sem persóna. Hann var hjá Guði en varð hold, það er hann varð mannlegur þegar hann steig niður til jarðar sem lítið barn. Hann er hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann, skrifar Jóhannes, því að Jesús sagði aðeins sannleikann. Hann kom ekki til að dæma mannkynið, heldur til þess að boða ríki Guðs. Hann er ljósið sem lýsir upp myrkur heimsins. Jóhannes kallar Jesú Guðs lamb sem ber synd heimsins. Í orðaskýringum Biblíunnar segir
að samkvæmt lögmáli Móse voru margar reglur fórnir. Aðalfórnarstaðurinn á tímum Jesú var musterið í Jerúsalem. Fórnin átti að vera gjöf til Guðs, styrkja samfélagið við Guð og vera friðþæging fyrir synd og sekt mannsins. Fórnardýrin afnámu enga synd, þau voru tákmyndir fyrir hina fullkomnu og endalegu fórn sem aðeins Guð gat fært. Með dauða Jesú á krossinum var bundinn endi á þetta fórnarkerfi gyðinga. Þá rifnaði forntjaldið í musterinu í tvennt, en forntjaldið var áður ákveðin aðskilnaður á milli Guðs og manna. Aðeins prestarnir fóru inn í hið heilaga og æðsti presturinn fór einu sinni á ári inn í hið allra heilagasta. Þar stóð hann á heilagri jörð hjá Guði. Þegar tjaldið rifnaði hvarf þessi aðskilnaður. Hið allra heilagasta opinberaðist fyrir almenningi. Jörðin innan í hinu allra heilagasta var ekki lengur heilög því Guð yfirgaf musterið. Páll postuli skrifaði að nú ættu menn að bera sjálfa sig fram sem lifandi fórn til þjónustu við Guð. Já, við eigum að þjóna og í lexíunni lýsir Jesaja Jesú sem þjóni. Þjóni sem krefst ekki athygli og mun ekki birtast með hávaða og látum. Textinn sagði í trúfesti kemur hann rétti á. Hinn nýji boðskapur frelsun fyrir trúfesti var fyrir allan heiminn, jafnvel fyrir fjarlæg eylönd. Og Jesaja skrifar að Guð muni ekki þreytast eða gefast upp fyrr en hann hefur stofnað sitt réttláta ríki, það ríki Guðs. Lexían sem aðeins 4 vers ber ótrúlega mikinn boðskap og gefur öllum heiminum von frelsun frá synd. Lögmálið og boðorðin voru flókin í framkvæmd en Jesús boðaði nýtt, trúfesti. Það fyrir trúfesti sína skyldi hver maður frelsast. Skírnin ytra tákn vilja einstaklingsins að fylgja Jesú. Enda sagði Jóhannes skírari, sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum. Því að verkin sýna viljan. Jóhannes skírði með vatni en sagði að Jesús myndi skíra menn með heilögum anda. Sú skírn, það með heilögum anda, var fyrst opinberuð á hvítasunnudag. Þetta andleg skírn, andleg ákvörðun og felur í sér trúfesti. Hugtakið trúfesti felur í sér að ákvörðunin án efa. Hún fullvissa tilvist Guðs. Í frásögninni af skírn Jesú sagt að Jóhannes skírari vildi varna Jesú að skírast og hafi sagt mér þörf að skírast af þér en þú kemur til mín. Og í Guðspjalli dagsins segir að Jóhannes hafi gefið þennan vitnisburð. Ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig að skíra með vatni sagði mér, sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skírir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann sonur Guðs. Vitnisburður Jóhannesar einstakur. Hann sagði ég þekkti hann ekki. Þekkti Jóhannes nokkurn mann? Hann kom beint úr eyðimörkinni. Eða var Jóhannes að meina að hann hafi ekki vitað að Jesús væri sonur Guðs? Þegar Jóhannes hóf starf sitt voru allir fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur.
Hópur lærisveina hafði safnast í kringum hann og það eitt segir okkur að menn þekktu spádómana og biðu eftir hinum eina sanna Messíasi. Jóhannes vitnaði að hann væri rödd hrópanda í eyðimörk. Hann átti að greiða veg Drottins, gera beinar brautir hans og það gerði hann með því að skýra Jesú og vitna að hann sé sonur Guðs. Hlutverk Jóhannesar stóð ekki lengi yfir en var mjög mikilvægt og kröftugur vitnisburður hans undirbjó fólk fyrir starf Jesú. Jesú skýrðist í ánni Jórdan og í fyrra Pétursbréfi stendur að sú skýrn sé ekki hreinsun óhreininda á líkamanum, heldur bæn til Guðs. Bæn sem lögð fram í trúartrausti og vonum upprisu til eilífs lífs sem barn Guðs. Í skýrninni opinberaðist hver Jesús og okkar skýrn og síðar fermingin opinberar vilja okkar. Opinberar að við trúum að hann og að hann sé okkar Guð. Í pistlunum skrifar Páll minnist þess að Guð kallaði ykkur til fylgis við sig. Hann útvaldi ykkur, ekki vegna þess að þið voru vitur, voldug eða ættstór, heldur til að sýna að honum dýrmætt það sem heiminum finnst einskis virði. Með öðrum orðum, Guð horfir á hjartað, ekki valdastólinn, auðæfin eða viskuna sem menn hafa aflað sér. Páll segir að þetta gerir Guð til að kollvarpa mati okkar mannanna á raunverulegum verðmætum heimsins. Allslaus komum við í þennan heim og allslaus hverfum við héðan. Því skyldi enginn hrósa sér fyrir Guði. Það honum að þakka að við erum í samfélagi við Krist. Það honum að þakka að við leiðumst af anda Guðs og erum hans börn. Já, þema dagsins Guðssonurinn, skýrn Jesú. Hinn kristna kirkja var stofnsett þegar Jesús var skýrður. Þess vegna skýrnin inntöku athöfn í kirkjuna. Þó Jesús sé sannarlega sonur Guðs þá kom hann ekki til jarðar íklæddur dýrð himins, heldur kom hann sem þjónn Guðs. Hann kom til að gera vilja föðurins, hann kom til að breyta hugafari manna, skapa nýtt verðmætamat hjá okkur, efla trúna og boða nýtt, frelsun fyrir trúfesti við Guð sem skapaði okkur einstök og sérstök. Trú margra eins og Jesaja lýsti í lexíunni, sem brákaður reyr eða dapur hörkveikur, viðkvæm fyrir áreiti og aðkasti. Eins og allt annað þarf að rækta trúna, hlúa að sprotanum sem vex upp af fræinu, orði Guðs sem var sáð, það þarf að vökva og næra. Fjársjóður okkar á himni mun alltaf felast í þekkingunni á Guði og trúnni á Jesú Krist, sem kom til að segja okkur að við erum honum dýrmæt, að hann hafi útvalið okkur. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.